Góðan dag. Í þessu myndbroti ætla ég að sýna hvernig á að skrá sig inn í fyrsta sinn inn í Weebly og skipta lykilorð. Þetta er síðan sem þið skráið ykkur inn á, það er students.weebly.com og þegar þið farið hér inn þá er kennarinn búinn að útbúa fyrir ykkur username, sem sagt notendanafn og lykilorð. Þið skráið notendanafn sem þið hafið fengið útlutað og hérna er það M. Valtýsdóttir, nemandinn, og passwordið er það sama fyrir allan bekkinn, Karsnes, og svo viljum við breyta því náttúrulega þannig að allir séu með sér lykilorð. Byrjum á því að fara þarna inn, logg in og þá lendum við hér. Þetta þýðir það að hún er að spyrja hvaða nafn við viljum hafa á vefsíðun okkar. Sem sagt, hér skráum við http. Þetta er sem sagt .weebly.com, þetta er sama vefslóð, er það eins og til dæmis mbl.is, karsnesskóli.is. Það er sem sagt slóðin sem fólk fer inn á til að sjá síðun ykkar. Og hérna getum við bara reynt að finna eitthvað nafn, kannski bara tengt okkar nafni. Ég ætla að byrja bara að gera, hún heit Margrét þessi, M. Valtýsdóttir bara. Þá kemur hér available ef það er í lagi. Ef það er ekki í lagi, þá kemur X og þá þarf maður að reyna að finna nýtt. Þannig að hennar nafn á síðu verður þá M. Valtýsdóttir hérna weebly.com og þá ger ég continue og hér er stutt vídeo af kennslumyndband á Weebly á ensku og þið getið annarkvort bara hort á það eða Xað út, það er fínt að horfa á það og læra smá. Þá erum við komin hér inn á síðuna og getum byrjað að vinna. En ég ætla að byrja á því að skipta lykilorð áður en lengra er haldið vegna þess að allir fengur sama lykilorðið. Þá fer ég hér hægra megin uppi, það eru 3 hvít strik, ýti það og fer ég hér exit editor. Þá fáum við þetta hér útlit og fer hér í bláa borðan hér, bláa flipan og ýti account settings, ýti þar og sjáu þið, þar kemur nafnið, username, sem sagt notendanafnið, það er M. Valtýsdóttir og hér kemur password. Hér er þetta að ýta og gera change your password. Þá get ég bara breytt í það sem að ég vil og eitthvað sem að ég held að ég muni. Það er gott að hafa það bara einfalt, eitthvað sem þið eru vissum að muna. Því að ef þið munið ekki passwordi þá komist þið ekki inn. Og svo bara save. Þá er ég búin að breyta. Og þegar þið eru hætt að vinna í síðun ykkar þá farið þið hér hægra megin stendur logout og ýti þar. Þá ætla ég ekki að hafa þetta lengra í bili. Takk fyrir.